Í þessu myndbandi ætla ég að útskýra innsetningaraðferðina eða heildun með innsetningu og sem kallast á ensku integration by substitution og sýna bara með dæmum hvernig við heildum föll sem má rita á þessu formi hér. Þar sem g af x innra fallið í f og g merkta af x diffurkvótinn af g. Dæmi svona fall kós af x í öðru sem 2x. Hér innra fallið x í öðru og diffurkvótinn af x í öðru einmitt 2x. Við setjum dæmið þá þannig upp að í staðinn fyrir g af x skráum við u og í staðinn fyrir g merkt af x dx, allan þennan hluta, skráum við du sem þá diffurkvótinn af u. Þá getum við heildað f af u og þegar það komið þá setjum við aftur g af x inn fyrir u. Skoðum þetta með dæminu sem ég sýndi ykkur áðan. Setjum u jafnt á x í öðru og svo þurfum við að diffra u, það að segja x í öðru. Og þegar ég diffra x í öðru, eða semst u með tilliti til x, þá fæ ég út 2x og d af x kemur hér fyrir aftan vegna þess að ég að diffra með tilliti til x. Svo nú nota ég innsetningu, set u í staðinn fyrir x í öðru og d af u í staðinn fyrir diffurkvótann af x í öðru með tilliti til x. Og þá ég nú komin með heildi sem auðvelt að reikna. Því heildið af kós u bara sínus af u og svo bæti ég við c fyrir fasta. Og þá komið að lokaskrefinu sem að setja aftur rétta gildið inn fyrir u. Það var x í öðru. Og þá nú komið lokasvar. Þarna gátum við nota heildun með innsetningu vegna þess að innra fallið okkar og diffurkvótinn af fallinu, innra fallinu, voru sjáanlega í sama dæmi. Fyrsta skrefið að átta sig á því að dæmið eða heildið passi við þessa aðferð og setja þá inn u, skrá það hjá sér. Þá getum við heildað fallið með tilliti til u og þegar það komið þá lokaskrefið að setja aftur inn rétt gildi í staðinn fyrir u. Ég geri svo annað myndband með fleiri dæmum en þetta svona einföld útskýring, einfalt dæmi sem útskýrir þessa aðferð.